situr ekki eitt og sér. Nú þarf að setja vanginn á fyrst og síðan lyfta þessu undir. Það er ró hérna ofan í fyrir boltanum, svo að ég ætla að prófa að stilla vangnum á. Nú, ég var ekki búinn að skera úr hérna, það er ekki von að setjast ekki á. Ég er búinn að skera hérna megin, þannig að látum þetta setjast hér og þetta hér. Og þá á vangurinn að sitja á sínum stað. Hérna er boltinn og hérna er festingin. Og þá er að sjá hvort að ég er með nógu litla fingur til þess að festa þetta saman. Eða hvort við þurfum að möndla eitthvað. Boltinn kemur alla leið í gegn. Klemman heldur við miðjustífuna og vangurinn situr á sínum stað. Þá er hægt að renna bolta hérna onni. Þarna, og því ég týndi skífunni hérna á þetta, þá þarf ég að finna nýja. Svona. Nú er vangurinn fastur á. Hérna er festingin á efri vangnum fyrir teinin á milli hallastýranna. Hérna er neðra hallastýrið og þar fer teinin í, bara með setubeygju, og hérna á efra hallastýrinu að þá er kúla. Það þarf að smella upp á kúluna. En kúlutengið er fest með venjulegri ró og það finnst mér ekkert sérstaklega sniðugt. Þannig að ég ætla að taka þessa ró af og setja ró með nælon í, sem að er engin leið að losni. Ég veit að það er lítill sem engin víbringur, en mér líður betur ef ég geri þetta. Nú ætla ég að setja klemmu hérna og hérna til þess að halda stýrinu í núlli. Servóið heldur þessu neðra og nú get ég
sett þetta hérna á og þetta virðist vera bara nákvæmlega rétt og ég reyni að smella kúlunni hérna upp á og nú hallastýrin akkurat. Ef að ég hefði þurft þá er skrúgangur hérna á þessu og þá er þetta að skrúa kúlutengið upp og niður. Nú ætla ég að gera þetta sama hinum megin. Nú ætla ég að athuga hvort að mótorinn snýst ekki rétt. Ég geri nú fastlega ráð fyrir að hann hafi verið prófaður þegar þannig var. En ég þarf að hafa fjarstýringuna og af því að ég hef sett saman rafmagnsmót til áður, þá veit ég að þrottlan á fúttapa er öfug fyrir hraðastilla. Þannig að ég þarf að fara hérna inn í tölvuna og ég þarf að breyta svona. Nú get ég sett batterið í samband. Og nú að sjá. Jöp, þetta virðist snúast alveg rétt og þá er kannski hægt að tekka á hinum hreyfingunum. Hæðastýrið er greinilega vitlaust, þannig að ég þarf að snúa því. Hæðastýrið upp. Röddin er réttur og hallastýrið vitlaust. Þannig að ég þarf að breyta því. Þá eru allar hreyfingar komnar réttar og ég get nú get ég mælt hversu miklar hreyfingarnar eru. Þeir segja í leiðbeiningunum að hæðastýrið eigi að vera 13 mm upp og niður. Við skulum sjá hvernig við förum að því að mæla svoleiðis. Hérna er ég bara með venjulega reglustikku úr plasti, gamla, drulluga, og ég stilli henni hérna við og hún sýnir núna 10,3. 13 upp myndi þá vera 11,6. Ef ég gef henni upp hérna þá fer hann alveg upp í 12. Það er í flestum tilfellum of mikið svona til að byrja með, þannig að nú væri hægt að stilla hreyfinguna, endarpunktinn á hreyfingunni, eins og mælt er fyrir um. Svona mæli ég allar stýringarnar, allar hreyfingarnar og stilli þær niður ef ég þarf. Nú er ég búinn að taka batterið úr og slökkva á fjarstýringunni, þannig að það næsta og með því síðasta sem við gerum er að setja spaðan á. Spinnirinn er festur með 2 skrúfum. Þannig að við kippum honum af.
þá hérna festingin upp á mótorinn og ró og allt. Og við ýtum þessu bara upp að eins og við komum því. Það fer nú ekki alla leið, það smá gap hérna á milli. Það ekki fallegt. En það verður eftir að hafa það. Og ég ætla að ná mér í skiptilykil á þetta. Svona. Það er nú algjör óþarfi að svínherða spaðan. En nú kemur spinnirinn aftur á. Nú spaðinn sem komin á. Það eina sem við eigum eftir að gera að athuga hvort að hann balansera rétt. Og samkvæmt leiðbeiningunum þá á hann að balansera 85 til 95 mm frá frambrúninni. Og hérna reglustikan. Sjá, finna sér túss, þarna það. Og 85 hér, ég merki það bara á stóðina og 95 hér. Svona. Þá merkja það líka hinum megin. Og 95. Til þess að finna þetta þegar maður að balansera, þá ágætt að setja límband undir vænginn, akkurat þar sem maður á að hafa puttana. Svona. Nú þarf ég að setja batteríið ofan í. Það þarf ekki hægt að balansera án þess. En ég setja alls ekki í samband, ekki eftir að spaðinn er komin á. Þannig að, hvar límbandið? Það hérna. Og það má eiginlega segja að balansir bara nokkuð neginn rétt. Þetta náttúrulega segir sér sjálft. Þá ætla ég að segja þessa flugvél útskrifaða, tilbúna til flugs og við prófum hana næst þegar gefur fallegt veður á Akureyri.